Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú komið að afmæli því núna í dag fagnar alþjóðleg frímúrararegla karla og kvenna 100 ára starfsafmæli hér á Íslandi og hingað til þess að ræða það eru þær komnar hingað Hólmfríður S. Haraldsdóttir og Hildur Þóroddsdóttir frímúrarar verið hjartanlega velkomnar báðar tvær og á maður ekki að segja bara til hamingju með afmælið. Jú, takk fyrir. Sko, segið mér nú aðeins frá starfinu bara til hvað var gert, ef ekki að byrja bara á afmælinu sjálfu, hvað var gert svona í tilefni dagsins? Á ég að byrja? Já. Í dag var til dæmis opið hús hér á Akureyri á Seri 2, þar sem starfið okkar fer fram og það var opið hús á Egilsstöðum og einn í Reykjavík. Einmitt. Þetta eru orðnar hvað, það eru 2 stúkur hérna á Akureyri? Já, og einu á Egilsstöðum og 7 í Reykjavík. Og 7 í Reykjavík? Já. Já, einmitt, þannig að, og væntanlega misgamlar og svona eftir... Já, það eru 100 ár síðan. Stúkan í mér var stofnuð í Reykjavík og þess vegna höldum við upp á það. Já, auðvitað. Og smám saman svona fjölgaði þeim þar til að það eru sem sagt 10 talsins. 10 talsins. Og náttúrulega bara opið hús, þannig að þeir sem hafa áhuga á starfinu eru kannski ekki orðnir frímúrarar ennþá. Já. Hann var vonandi að hafa einhverju skilað sér í dag sem að svona, þetta kitlar og kveikir áhuga. Já, vonandi. Hvað var til þess bara svona áður en við höldum áfram regluna almennt, hvað var til þess að þið sjálfar gerðust frímúrarar á sín tíma? Leifum Hildi að byrja. Já, sko, þegar ég gekk inn var ég bara að leita að einhverjum svona félagsamtökum sem að, myndi veita mér bara svona næringu, andlega næringu. Já. Og mér var boðið að fara þarna inn sem ég bara sé alls ekki eftir. Nei. Hún er búin að gefa mér mjög mikið og bara, þetta er bara andleg næring. Er það ekki? Og hefur þú svipað sögu að segja? Já. Ég hafði svo sem heyrt af frímúrarareglunni og ég las til dæmis á einhverjum tíma, talsveit löngu áður en ég gekk til liðs við hana, þá las ég kynningu í einhverju dagblaði og ég vissi fólk sem að var innan vébanda reglunar ekki endilega á sama stað og ég í dag því að það eru margar reglur starfandi í heiminum en hér á Íslandi meðal annars þessi alþjóðleg frímúrararegla, karla og kvenna, lutrau í menn. Þetta franska nafn merkir mannréttindi. Já. Ég svona bankaði á dyrnar þegar mér fannst ég hafa næði til að sinna sjálfri mér eins og maður segir. Og að því ég hafði svona fundið það út að þetta var fyrst og fremst mannrækt. Já. Af því að við höfum oft heyrt talað að það hvílir svo mikið leynd yfir starfinu og þetta sé eitthvað, þarna fari eitthvað misjafnt fram jafnvel og þetta sé ekki sniðugt af því að leyndin sé svo mikil. Já. En hún hefur meðal annars með það að gera að við vitum ekki fullkomlega hvernig við göngum þarna inn, hvað fer fram og þar með getum að farið algjörlega eigin forsendum án þess að vera með fyrirfram mótaða hugmynd og þarna lærir maður að tileinka sér aðferðir sem eru allar byggðar á bræðraþeli og kærleik og góðum kostum. Maður ræktar sinn eigin hug og sína sál og snýður agnúana af sjálfum sér, svo sem eins og maður hefur, hvað sem maður getur til og hvað maður finnur. Já. Það er væntanlega mismikið eftir fólki og þannig að leyndin er þá kannski grunninn einhvers konar form væntingastjórnunar. Já, því ekki. Já, en það er náttúrulega upplifin hver á sinn hátt. Leyndin er líka til að verja sko þær siðaathafnir sem þarna eru iðkaðar að það sé ekki talað þær vegna misskilnings, fólk ber ekki skinnbragð á hvers vegna leyndin er, auðvitað kallar þessi leynd líka á það að umtalið er svona. Já. En ég get sagt það fyrir sjálfa mig að ég hefði ekki getað lent á betri stað. Nei, einmitt. Og ég sé ekki eftir einni mínútu sem fer í þetta starf. Frábært. Sko, þið voru að segja mér það hérna fyrir viðtalið að það eru þessi
þessi regla er starfandi í 60... Yfir 60 þjóðlöndum og með yfir 32.000 meðlimi. Já, hvorki meira en minna. Upphafið má rekja til þess að frönsk kona, Marie Durem, gekk til liðs við karlareglu í Frakklandi. Karlarnir sáu bara ekkert því til fyrirstöðu að hún gengi til liðs eða nema einhvern gamlan vana. En þessi kona var þekkt kvenréttindakona. Og síðar stofnaði hún ásamt George Martin regluna sem í dag heitir þessu nafni, alþjóðleg frímúrararegla karla og kvenna, hlutur og ímen. Og það má segja að það hafi verið brotið blað í sögu kvenréttinda með því að hún gekk til liðs við frímúrara. Já, einmitt. Því hún var fyrst. Það er mjög merkilegt. Já. Og náttúrulega auðvitað við sem að fagna 100 ára starfsamæli reglunar hér á landi í dag. Já. Og hvernig svona fyrir fólk sem situr heima núna og hugsa sér gott í glóðarinnar og það geti jáfnvel hugsað sér að ganga til liðs við regluna. Hvernig ber maður sig að því? Já, það er náttúrulega til dæmis að koma þegar eru opin hús sem eru auglýst svona einu sinni á ári oftast nær og þar getur þú komist í samband við meðlimi. Já. Og svo fer boltinn bara að rúlla. Einmitt. Eða ef þú þekkir einhvern sem er í þessari reglu, þá bara. En svo eigum við náttúrulega heimasíðu sem er nýlega komin í loftið, ágætis heimasíða. Og svo er engin vandi að googla. Og þá getur þú bara fundið allt mögulegt út. Já. Og það er mjög auðvelt að finna einhvern sem að getur komið þér þá í samband. Þú getur þreifa fyrir þér hvað er best að vera fyrir þig. Já. Hvort þú vilt karla- og kvennareglu eða bara karlareglu. Þannig að það er engin vandi að koma boltanum af stað í dónum. Nei, sjálfur sér ekki. Nei, þannig að, og við hvetjum auðvitað bara fólk sem er áhugasamt og langar til þess að ganga til liðs við svona mannræktar hreyfingu til þess að kynna sér málin betur og endilega bara hafa samband ef þannig betur. Já. Og líka, þetta er náttúrulega, það má nú eiginlega ekki gleyma að nefna það sko, okkur finnst sjálfsagt að hafa húsaskjól og við þurfum okkar skjól í ýmsu tilliti en sálin þarf líka sitt skjól eða vél. Já. Og þarna hefur aldeilis fína aðstöðu til að rækta það. Já, heldur betur og stuðning væntanlega af öðrum félagsmönnum. Já, og þetta er opið öllum, sem sagt konum og körlum, óháð þjóðerni, óháð trúarbrögðum eða skoðunum, óháð kynþætti og þarna er bræðralag og kærleikur haft að leiðarljósi. Það er ótrúlega fallegt. Ég held að við látum það bara verða loka orðin, bara ég óska ykkur eftir til hamingju með starfsammælið. Takk að kærlega. 100 ár og bara vonum að næstu 100 ár verði blómleg. Skulum vona það. Já, til hamingju með þetta. Takk kærlega fyrir.